Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Það má segja að mikill atgangur hafi verið á Alþingi í dag þegar tekist var á þingsályktun aðildarviðræður við Evrópusambandið, en atkvæðagreiðslan fer fram í hádeginu á morgun. Umræðurnar munu standa fram á kvöld og óljóst hvort meirihluti þingmanna samþykki fara strax í aðildarviðræður eða ákveði frekar að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu til að skera úr málið. Við fylgjumst hér á eftir með umræðunum sem nú standa yfir í þinginu og fáum til okkar Benedikt Jóhannesson, framkvæmdastjóra, og Baldur Þórhallsson, varaþingmann Samfylkingarinnar og stjórnmálafræðing, en þeir vilja báðir að Íslendingar sæki strax aðild að ESB. Og einnig verða gestir okkar þau Anna Ólafsdóttir Björnsson og Bjarni Harðarson sem eru fulltrúar í heimssýn og harðir andstæðingar þess að þjóðin gangi inn í Evrópusambandið. En áður en við ræðum við þau, skulum við heyri Jóhannu Vigdísi sem stödd niður á Alþingi. Og Jóhanna, það lítur út fyrir að atkvæðagreiðslan á morgun verði hnífjöfn og velti jafnvel á einum þingmanni. Já, eins og framkom í máli forsætisráðherra hér fyrr í fréttatímanum áðan, að þá sér hún fram á að atkvæðagreiðslan verði mjög tæp. Nú við getum kannski velt þessu aðeins fyrir okkur, Samfylkingina með 20 þingmenn sem allir munu þá greiða atkvæði með þessari tillögu. Og þingmenn Vinstri grænna, við vitum ekki alveg hvernig atkvæði þeirra falla, en við erum kannski að hugsa að 8 til 9 þingmenn Vinstri grænna greiði atkvæði með tillögunni. Einn þingmaður borgarahreyfingarinnar, Þráinn Bertelsson, hefur lýst yfir að hann styðji tillöguna, og Guðmundur Steingrímsson og Sif Friðleifsdóttir, þingmenn Framsóknarflokksins, þau hafa líka lýst yfir að þau styðji tillögu ríkisstjórnarinnar. Segðu mér varðandi borgarhreyfinguna, því að þetta kom á óvart þetta útspil í dag að 3 þeirra hefðu ákveðið að styðja ekki þessa þingsályktun, en einhver von eða einhver möguleiki á því öllu heldur að það breytist? Já, ég held að sé bara ekki gott að segja á þessu stigi málsins. Ég alveg viss það á þessari stundu að þá eru þingmenn í öllum flokkum að tala við alla flokka, vegna þess að hér skiptist fólk þverpólitískt á allar flokkslínur. Það eru stuðningsmenn og andstæðingar inn í öllum flokkum nema Samfylkingunni, þær eru allir einhuga. Nú, eins og þú sagðir áðan, að þá umræðan mun standa yfir hérna til klukkan 10 í kvöld. Í þessum töluðu orðum til dæmis það Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður Vinstri grænna í Norðausturkjördæmi, sem í ræðustóli. Hún harður andstæðingur þess að farið verði í aðildarviðræður, og næst í ræðustóli Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Stóra spurningin sú að ef að breytingartillaga sjálfstæðismanna tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu og bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu, hvað ef, það er nú alltaf erfitt að tala í vitingarætti, hvað ef hún verður felld, hvert fara til dæmis atkvæði sjálfstæðismanna? Munu þeir sitja hjá eða greiða atkvæði gegn tillögu ríkisstjórnarinnar? Það svona margt sem hægt að pæla í þessu máli. Þú ætlar að fylgjast með og við skiptum aftur tíðin og eftir, og við vitum að það standi fundir í þinghúsinu og þarna eru ýmsir menn að semja, menn og konur, og við sjáum til hvort einhverju verið búin að skipta skoðun áður en yfir lýkur. En heyrumst á eftir. Gerum það. En við ætlum að fara yfir til Sigmars sem búin að fá til sín, þau Önnu Ólafsdóttur Björnsson, Bjarni Harðarson, Benedikt Jóhannesson og Baldur Þórhallsson. Verið velkomin öll. Takk. Benedikt, við skulum kannski byrja á þér og tala fyrst aðeins þennan viðsnúning borgarhreyfingarinnar. Hann væntanlega svolítið svona áfall fyrir þig og þína skoðanabræður í þessu máli? Ég veit það nú svo sem ekki. Ég hef aldrei áttað mig almennilega á þessari borgarhreyfingu og fyrir hvað hún stendur og hvaða skoðanir hún hefur. Þannig að það eiginlega mér í jafn, mér finnst það jafn dularfullt núna hvaða skoðun þeir hafa. Þeir náttúrulega fengu sitt stóra máli í gegn í upphafi þingsins, það að segja að menn þyrfti ekki lengur að ganga með bindi í þingsalnum, og svo að opna gluggann út á Austurvöll. Og eftir það þá eiginlega þeirra mál búin. Já, þú afgreiðir þetta svona, en hérna, þetta samt sem áður gerir það að verkum að meirihlutinn fyrir því að sækja aðild, hann tæpari, ef hann þá einhver, það komin mikil óvissa sem var kannski ekki eins mikil áður. Auðvitað, ef maður hugsar bara þetta mála, þá það auðvitað viss vonbrigði að menn skuli ekki, menn eiga náttúrulega að reyna að meta hvert mál sig og hvernig hvað áhrif það hefur fyrir þjóðina, og ef menn ákveða að gera það sem þjóðinni fyrir bestu, þá myndu þeir bara greiða atkvæði samkvæmt í þessu Evrópusambandsmáli, og það á jafnt við borgarhreyfingarmenn og menn í öðrum flokkum, að þeir sem vilja þjóðinni best, vilja hag hennar og sjálfstæði sem mest, þeir munu styðja það að við förum í Evrópusambandi. Bjarni, hvernig leist þú þetta? Þetta nú sérstök ræða, og mér finnst nú leiðilegt að heyra menn tala svona nýjan þingflokk borgarhreyfingarinnar, að þeir hafa ekki átt sér merkilegri mál heldur en bindi og gluggan út á Austurvöll, en það verður hver að ráða sínum orðum það.
Ég held að það hafi verið mjög athyglisverð umræða sem Birgitta Jónsdóttir vakti upp í tengslu við þessa ESB-tillögu, þar sem að hún vakti í rauninni athygli á því hvað blekkingar það hafa verið miklar og stærsta blekkingin gagnvart þjóðinni og gagnvart þinginu líka hefur verið svo að þetta séu einhvers konar könnunarviðræður, einhvers konar athugun, en þegar hún gerir sig grein fyrir því hverslega skildröði verið að ganga inn í þarna, að þá snýst hún í málinu og mér finnst það mjög heiðarlegt og hún hefur gert mjög heiðarlega grein fyrir þeirri breytingu. Og það að tala það að æskilegt og mikilvægast sé, sem alveg rétt að þingmenn fylgi hver sinni sannfæringu, við höfum heimildi fyrir því að það verið að beita hluta þingsins fantabröðum til þess að þeir gangi þvert gegn því sem að þau voru kosnir fyrir. Skýrasta dæmi þar eru þetta Steingrímur J. Sigfússon sjálfur sem að kaupir sinn ráðherrastól því að styðja þessa tillögu og þetta nöturlegt og það eru stórt pólitísk tíðindi sú ályktun sem núna kemur frá hans samherjum, frá fólki sem var með honum á lista fyrir norðan og fólki sem í forystu fyrir Vinstri græna í norðaustu kjördæmi sem að talar hann sem ómerking ef hann farið þessa leið og ég vil ekki trúa því fyrir en ég tek á því að hann og aðrir þingmenn Vinstri grænna, jafnmargir og hérna var sagt 8 eða 9 muni styðja þessa tillögu. Þá rauninni komin upp ný tegund af spillingu í stjórnmálum á Íslandi. Það ákveðin spilling þegar stjórnmálamenn láta kjósa sig á einum forsendum og gera svo eitthvað allt annað. Já, við skulum taka stöðu VG kannski sérstaklega fyrir rættir en hérna tölum aðeins meir borgarhreyfinguna. Þetta var vissulega óvænt í morgun. Og kannski þvert á það sem að þau hafa sagt í kosningabaráttunni Já, hins vegar var rauninni borgarhreyfingin var ekki með formlega stefnu í Evrópumálum í kosningabaráttunni. Hins vegar talaði hún það að þyrfti að skipta gjaldmiðil en var ekki með ákveðna lausn í því. Svo þannig að hún kom nokkuð svona óbundin til þings varðandi þessi Evrópumál. Til dæmis þegar menn voru að tala saman í þessa ESB-stjórn á kosninganóttun og daginn eftir, þá var borgarhreyfingin alltaf algjörlega þar inni. Já, vegna þess að tölum þannig margir frambjóðir þeirra í kosningabaráttunni, þeir vildu sjá aðildar umsókn og þannig hefur verið svona hljómurinn í þingmönnum. Þannig að þetta kom nokkuð óvart, sérstaklega vegna þess að það hefur verið sagt að það hefur verið gert samkomulag við borgarhreyfinguna að hún myndi styðja framgang málsins á þingi. Stjórnarþingmenn hafa talað það að borgarhreyfingin sé ganga bak orða sinna og það náttúrulega athyglisvert. En já, þannig bara staðan eins og ég var nú að grínast mig hérna áðan fyrir þáttina þegar þessu þætti loki hvað ætla séu margir búin að skipta skoðun í þinginu Ef að hún ganga bak orða sinna þá hún að ganga bak orða í hossakaupum sem var haldið fram að þau farið fram í blöðum að hún hefði keypt nefndasæti út á sannfæringu þingmanna. Það eru svo óvöndu vinnubröð við skulum ekki ætla þingmönnum að þau vinni þannig. Ég held að við eigum ekki að fara að tala hossakaup eða einhverju kúgun í þessum efnum vegna þess á þinginu eiga sér einfaldlega stað málamiðlanir. Þetta var málamiðlun í stjórnarsáttmálanum milli þessara tveggja flokka. Það var alveg ljóst að Samfylkingin setti það á oddinn í mars að Evrópusambandsmálin, hún myndi ekki fara inn í ríkisstjórn nema að þingið fengi að taka afstöðu til aðildarumsóknar og annars fær hún ekki ríkisstjórn. Þetta vissu Vinstri græni, þessa vissu kjósendur fyrir kjördag og þetta var niðurstaðan úr stjórnarmyndunum viðræðum og það getur til dæmis verið að kúga Vinstri græna meira heldur en stjórnarsáttmáli segir til. Hvernig leist þú í það? Ég les nú svolítið öðru í þetta. Staðan núna það er alveg klart mál að það eru margir fundir í mörgum bakarabergjum nú. Það er mikið einmitt verið að reyna að þrýsta á fólk. Ég veit ekki hvar mörkin eru við kúgun, en við vitum það þó allavega að það er ekkert langt síðan að það kom upp á yfirborðið að einn af þingmönnum Vinstri grænna þurfti að hverfa frá því að styðja þessa tillögu tvöfalt þjóðaratkvæði. Það er ekkert launungumál það að koma upp á yfirborðið. Ég er voðalega hrædd við það sem ekki kemur upp á yfirborðið. Ég held að vinnubrögð hér, ég á ekkert sögott við megin flokkssystkini í Vinstri grænum og ég hef í rauninni einbeitt mér að baráttu innan Vinstri grænna núna undanfarnu, kannski meira heldur en innan heimsýnar, vegna þess að ég lít svo á að þar eigi hún að fara fram og ég lít svo á að það séu allt önnur öfl í rauninni sem eru núna að reyna að fá þetta í gegn, að koma þessu án þess að það fari tvöfalt þjóðaratkvæði sem úr því sem komið er kannski besta niðurstaðan, að koma þessu máli hvað sem það kostar í gegn, jafnvel þó það kosti það sem er kannski það alvarlegist í þessu öllu að við erum búin að eyða fullt af tíma
sem á að fara í að bjarga samfélaginu, fullt af orku og fullt af í rauninni þreki fólks, ekki bara inn á þingi, heldur í öllu samfélaginu, á meðan að fyrirtækin bíða og meðan fólk að lenda í sífellt alvarlegri vanda. Þannig að við erum í rauninni að við erum í gíslingu vegna þessa máls fyrst og fremst. Já, það svo sem margir sem að halda þessu fram, en mér langar samt að halda áfram að spekulir í þessu út frá þinginu og VG í svolítið sérkennilegri stöðu. Það hefur verið mjög mikil þrýstingur á marga þingmenn þar frá grassrótinni sem vill ekki fara þarna inn. Þetta erfitt mál fyrir alla flokka, en þetta ekki svona kannski einna erfiðast fyrir VG í dag, Benedikt? Já, mér finnst það nú athyglisvert hvernig Bjarni lýsir því yfir að formaðurinn hafi verið keyptur. Þetta náttúrulega stór yfirlýsing að félagi í hreyfingu tali svona formann sinn, hann hafi verið keyptur með ráðherrastól. Ég ekki félagsmaður í VG. Nú, yfirlýstu stuðningsmaður. Nei. Ég kaust á sem skásta kosta nokkuð vond. Þar með allt í lagi. Og að formaðurinn hafi verið keyptur til fylgilags við þetta. Mér finnst það vera mjög stór yfirlýsing hér, sérstaklega því að hann vil nú ekki að tala svona með þeim hætti þingmenn að menn séu kjósa gegn sinni samfæringu og svo framvegis. Nema Steingrímur J. Sigfússon og fleiri af þingmönnum Vinstri grænna voru kjörnir á þing út af það að vera andstæðingar þess að sóttirðu aðild. Það eitthvað sem að fer milli mála? Þeir sögðu samt margir í kosningabaráttunum það væri rétt að almenningur, þjóðin fengi á endanum. Já, og það það sem við erum að fara fram á núna og það tillaga Sjálfstæðisflokksins núna og það tillaga sem 76% þjóðarinnar, samkvæmt mælingu Gallups núna daginn, 76% þjóðarinnar styður það að það sé farið í þessa tvöföldu atkvæðagreiðslu. Og það sem skiptir mjög miklu máli í þessu líka þessi fullyrðing sem hefur komið fram og hefur ekki verið hrækin og styðst við áræðanleg gögn að mér sagt að ESB eyðir meiru í kynningarstarf meðal nýra þjóða og meðal innan Evrópu heldur en allt Coca-Cola-kompanið eyðir í auglýsingastarfsemi á heimsvísu og þá spyr ég, og það upplýsingar sem þurfa að koma fram, hvað ESB búið að eyða miklu á Íslandi í það að reka áróðum fyrir sínum máli hér á landi? Það skiptir mjög miklu máli. Verða oft fljótt stórirtir í þessu máli. Ef við snúum bara dæminu við, þegar Samfylkingin fór í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum árið 2007, þá kom Samfylkingin því ekki fram að það ætti að sækja aðild að Evrópusambandinu. Eigum við að tala það hún hafi verið, þá talaði enginn það hún var í kúgun og að þingmenn hennar var að brjóta kosningaloforð. Jú, var ekki með svolítið talað það? Ég heyrði aldrei orðið kúgun í því sambandi og það var ekki hljómgrunnur og það var ekki meirihluti á þingi þá fyrir aðildarumsókn. Staðan var allt öðruvísi eftir síðustu kosningar þar sem það virtist liggja fyrir meirihluti á þinginu sem varst að nefna áðan fyrir aðildarumsókn og við gleymum því að það voru 2 flokkar sem voru fylgjandi aðildarumsókn í síðustu kosningum, ekki bara Samfylkingin heldur líka Framsóknarflokkurinn. Hann boðar aðildarumsókn á Evrópusambandinu og þingmennborgarahreyfingar eins og réttlega bentir áðan töluðu fyrir því líka þegar frambjóðendur sem komast á þing. Þannig að Samfylkingin var bara svo góðri stöðu og á þinginu sjálfsög eiga sérst að málamiðlanir þar. Það sem kannski athyglisvert núna í stöðinu og sem öðruvísi heldur til dæmis var þetta EES. Núna vitum við ekki hvað margir þingmenn standa, þeir gefa það ekki upp og mér finnst það nokkuð sérkennilegt að enn þann dag í dag, núna nokkrum tímum fyrir atkvæðagreiðslu, vitum við ekki hvað menn standa. Menn vissu það nokkuð veginn í EES-málunum hvar menn stóðu, en það annað líka sem sambærilegt, það munaði mjög litlu að það yrði samþykkt þjóðaratkvæðagreiðsla EES-samningin og það var ekki fyrir en síðustu stundu að Davíð Oddssyni tókst að samfæra nokkra þingmenn Sjálfstæðisflokksins að greiða atkvæði gegn tillögu stjórnarandstöðunnar þá. Já, mér finnst það að skipta miklu máli einmitt að þú tekur þetta upp. Það dálítið líkt því sem ég að tala varðandi fundi í bakherbergjum. Ég alveg sannfærð mjög mikið að því að gerast núna. Ég lít nú svo á að hafi Davíð, ég var nokkur á þingi þegar þetta var, hafi Davíð verið að snúa sínum eiginmönnum fram á síðustu stundu, að þá sé það nú svona jaðurinn og við kúgun. Ég var nú að viðurkenna það hafi fólk ætlað samkvæmt sannfæringu sinna greiða einhvern veginn öðruvísi atkvæði. Þannig að ég held að það skiptir mjög miklu máli ef að gerum okkur grein fyrir því að
hversu langt menn eru tilbúinir að ganga til þess að koma þessu máli í gegn og það það sem að mér finnst við standa dálítið frammi fyrir og þar ekki við Vinstri-græn að sakast. Síður en svo. Já, finnst þér eins og VG sé að bregðast kjósendur sínu með því að leggja þessa tillögu í ríkisstjórn? Ef Vinstri-græn... Eða standa þessari þingsályktun? Ef Vinstri-græn, ég var að segja það alveg eins og að mér finnst Vinstri-græn ekki vera neitt klofin í afstöðu sinni því að allar stofnanir Vinstri-grænna og það sem grasrótin að minna á núna hafa samþykkt að Vinstri-græn eru andstæðingar Evrópusambandsaðildar. Einhverjir þingmenn hafa fundið sér skjól í því að telja að það sé hægt að þjóna þeim málstað með því að þjóðaratkvæðagreiðslan í lokin gangi frá því. Ég er afskaplega ósammála því og ég held að flestir, ef ekki allir sem ég hef heyrt frá Vinstri-grænum, hafi virkilega reynt að minna á að þetta sé ekki aðferðin til þess. Hitt annað. En það stefna Vinstri-grænna hins vegar frá síðasta landsfundi alveg klára það að þjóðin eigi að hafa síðast orðið og flokkurinn getur ekki hlaupið frá því að það gerir mála. Það er varnagli sem var nauðsynlegt að setja. Varnagli, þannig töluðu frambjóðendur í kosningabaráttunni, þjóðin ætti að hafa síðast orðið og ég held að þeir eru sem ætla að greiða atkvæði með tillögu ríkisstjórnarinnar og Vinstri-græn með eigin tillögurauninni, þeir eru að halda þýrunni alveg réttilega fram og mann getur ekki hlaupið frá stjórnarsáttmálanum núna sem við gerðu og það þarf einfaldlega alltaf að gera málamiðlanir í stjórnarsáttmálanum. Baldur, að því að þú ert stjórnmálafræðingur nú og þú ert náttúrulega líka varaþingmaður Samfylkingarinnar en svo ég spyrði því sem stjórnmálafræðing í hvaða stöðu eru ráðherrar nú verið að tala um það að Jón Bjarnason ætli mögulega ekki að greiða atkvæði með þessari tillögu samt hann í raun og veru að leggja fram þessa þingsályktunartillögu sem hluti af ríkisstjórninni. Já, það er náttúrulega mjög sérkennilegt að heyra landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherrann í hverjum fréttatímanum á fætur öðru tala gegn eigin máli ríkisstjórnarinnar sem hún leggur fram. Það er nokkuð sérkennileg staða og það verður mjög athyglisvert að horfa fylgjast með því hvernig Jón og Ögmundur munu greiða atkvæði. Ef að þeir greiða atkvæði samkvæmt sannfæringu eins og segist jafnvel að gera gegn tillögu ríkisstjórnarinnar, það er mjög sérkennilegt. Það væri kannski þá eðlilegri stöðun þeir sætu hjá að mínu mati í málunum. Nei, nú verður nú að fá að koma aðeins. Ég ætla aðeins, varðandi það að þetta sé tillaga ríkisstjórnarinnar, þá er það náttúrulega eitt af stóru málunum í þessu. Þetta er kannski eina af tillögum ríkisstjórnar sem hefur komið fram, sem að kemur fram á þann hátt að það er alveg klárt mál að það gerð grein fyrir því að hún er bullandi andstöðu við annan stjórnarflokkin. Gleymum því ekki. Þannig að mér finnst mjög hreint borð þó hver einasti ráðherra myndi kjósa mjög skýrt og greinilega þessa málamiðlunar millileið að taka þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir samningaviðræður, þá væri þeir að virða stjórnarsáttmála alveg 100%. Já, mér langar aðeins að því að langt síðan við höfum heitt í Benedikt í þessu. Mér langar samt svolítið að spyrja bara... Það er nú ósköp einfalt ef þessi tillaga fellur og þá er stjórnin fallin. Þá kemur stjórnin ekki sín eigin máli í gegn. Það er ekkit flóknara heldur en það. Einhverjir hafa nú samt verið að segja. Það getur vel verið einhver segið það en það bara er þannig. Ég hef talað við nógu marga samfylkingamenn að þeir kyngi því að þeir hafi farið í þetta stjórnarsamstarf með þessum stjórnarsáttmála sem Baldur minnist þér á og svo fara menn ekki eftir því og þá er bara ekki grundvöldur fyrir samstarfinu lengur. Finnum maður það í hverju málinu á fætur öðru að þessi flokkar ekkit mjög samstiga en þarna kemur þetta fram kannski í þeirra stærsta máli. En hvað er verði nú aðri spurður að því hvort að þessi stjórn sé fallin og ég held reyndar að þessi vinstri stjórn geti alveg staðið hvernig sem þetta mál fer. En varðandi þetta stjórnmálafræðilega mat, ég held að Baldur hafi svolítið ekki náð að fara alveg úr þingmannsbuxunum þegar hann svaraði þessu vegna þess að það hljóta auðvitað að vera út frá öllu siðferði og öllum stjórnmálafræðum mikilvægari loforð sem að frambjóðendur og þingmenn gefa kjósendum sínum, svardagar sem gefnir úr kjósendum eru æðri heldur en hrossakaup eða samningar, svo ég mönnum illa við nótu orðið hrossakaup, heldur samningar sem gerðir eru við stjórnarmyndun og það var alveg ljóst að við þessa stjórnarmyndun þá voru gerðir samningar það að þetta mál mætti koma fyrir þingið en að það væri réttur hvers þingmanns að fylgja sinni sannfæringu og þess vegna segi ég það að ef það fer þannig að 8-9 þingmenn Vinstri grænna, það var kannski einn þingmaður Vinstri grænna sem fór inn á þeim forsendum að menn gætu talið viðkomandi vera
hallan undir ESB aðild. Við erum kannski aðeins að gleyma okkur í Og aðeins var þetta að stjórnin falli, ríkisstjórnin falla ef að fjárlög ná ekki í gegn eða ef vantrauststillagan í gegn, annars fellur ríkisstjórnin. Mér langar aðeins að ræða bara líka hvað athugavert við það að fara í þessa tvöföldu þjóðaratkvæðagreiðslu? Hvað að því að láta þjóðina ákveða það og gefa þar alveg ríkisstjórninni skýrt umboð til þess að fara í aðildarviðræður? Sko, það í sjálfu sér ekki það versta að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég sannfærður það að þá samþykkir þjóðin það að ganga til viðræðna, því ég var nú vitnað í þann ágæta mann Gallup hérna áðan, að þá var milli 60-70% þjóðarinnar vilja ganga til viðræðna. Það bara, það hefur komið fram, ég segi það. Þannig að það er mestalega frestun á málinu. Nei, þannig að það ekkert, ég ekkert hræddur við það. Eins og finnst mér að það mætti verja peningunum betur akkurat núna, heldur en fara í tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu. Eins og ef að það verður ofan á, og þá það bara svo, og þá mun þjóðin ákveða að fara í þannig að það er mestalega bara eitthvað frestun á málinu. Að gera það, að við svo fresta málinu líklegast hálft ár vegna þess að þannig ferillinn bara. Það er tvennt í þessu. Ég held við gerum allt og lítið hér á Íslandi að horfa til hvernig aðra þjóðir framkvæma hlutina, hvernig stefnum þær móta. Það hefur ekkert aðildarríki í Evrópusambandinu, þau eru 27, haldið þjóðaratkvæðagreiðslu hvort eða sækja og það er ástæða fyrir því. Sviss hefur gert það reyndar? Nei, það hefur engin verið þjóðaratkvæðagreiðslu. Til felldu EES-samninginn það var ákveðið að draga umsóknunum tilbaka sem ríkisstjórnin sendi inn. Það var ekki þjóðaratkvæðagreiðsla. Það hefur engin þjóð í Evrópusambandinu haldið atkvæðagreiðslu hvort eða sækja. Ástæðan fyrir því sú að þetta eru bara loftfimleikar vegna þess að menn viti ekki hvað þið fá út úr samningaviðræðum og það er nógu erfitt að halda þjóðaratkvæðagreiðslu mál sem eru skýr. Þetta mál algjörlega óljóst með að liggur ekki samningu fyrir og það er pólitísk samstaða, algjör pólitísk samstaða. En Baldur, þetta snúist þá bara það að þjóðin sé í raun og veru þá að veita ríkisstjórninni óskorað umboð til þess að fari viðræðurnar og koma heim með samning. En sko, alþingismenn geta líka heldur ekki hlaupið frá ábyrgð. Allir alþingismenn lýstu yfir ákveðinni afstöðu í kosningabaráttunni, hvað afstöðu þeir hefðu til ESB-málsins og þeir verða bara núna að standa á sínu og þeir geta ekki vísa erfiðu málur bara til þjóðarinnar. En aftur vil ég ítreka það að horfum ákveðin aðrir gera hlutina, reynum ekki alltaf að finna sér íslenskar lausnir og það er annað líka í þessu, það er ríkisstjórnin og sérstaklega samfylkingin með ákveðið efnahagslegt plan, hún með uppbyggingar áætlun og í því felst aðild að Evrópusambandinu og það er þeirri áætlun sem ef verið hrindi í framkvæmd og það sem ég sakna í umræðinu og búið tala í 20 klukkutíma þessi Evrópusambandsmál, það verður engin flokkur á þingi annar en samfylkingin komið með hvert það alternatífi svo ég með sletta. Hver er hinn kosturinn ef að menn ekki ætla að sækja aðild að Evrópusambandinu? Hvernig ætla menn að leysa gjaldmiðilsmálin? Það er svarið ég þarf aðeins svo ég taki þetta með gjaldmiðilsmálin ég veit að þú ert fróður en svo að þú haldir að við tökum upp evru á morgun þannig að mig langar að varpa þessari spurningu tilbaka hvernig ætlum við að leysa gjaldmiðilsmálin svo varðandi stjórnarslit möguleg það væri þá val samfylkingarinn í rauninni ef það yrði stjórnarslit vegna þess að ástæðan fyrir því að margir vinstri grænir núna hafa virkilega átt erfitt í þessu máli þvert gegn sannfæringu sinni þó allavega mikil trú á því hlutverki sem þessi stjórn þarf að rækja og það er alveg klárt mál að sé það efnahagsprógram samfylkingarinnar sem að þarf að hrinda í framkvæmd að mati samfylkingarinnar þá það alveg áreiðanlega ekki mat samstarfsflokksins. Það að segja vinstri grænna og það alveg örugglega margt brýnna sem að talið á þeim bæ. Hver er valkosturinn? Valkosturinn hvernig á að leysa gjaldeyrismálin og af hverju er það ekki komið með einhverja tillögur inn í þingið hvernig að fara öðruvísi að? Vegna Evrópusambandsumræðunnar. Hún hefur kæft allt. Menn getur heldur betur talað Evrópusambandi og komið aðra tillögur í leiðinni. Eins og það sé einhver lausn. Það nefnilega það sem hefur kæft og drepið þessari umræðadreif að það hefur verið látið í veðri vaka að það væri einhver lausn að taka upp evru og að það væri einu sinni hægt að taka upp evru. Og þarna erum við náttúrulega langt út á túnni. Það er náttúrulega búið að tala svo mikið kosti og galla þess að sækjum aðild og annað en núna svona þingið svolítið að reyna að finna einhverja leið til þess að klára þetta mál
Partur af þessu líka það þjóðaratkvæðagreiðslan kom inn á þetta sem Baldur kom inn á sem Örsnöggt, mér langar aðeins að tala um hvort sammála því að við eigum að horfa til hvernig aðra þjóðir gera þetta. Það hefur engin þjóð í Evrópu farið í það að sækjum aðild með jafn mikilli andstöðu eins og hér bæði meðal þings og þjóðar. Það alveg ljóst. Hér erum við með uppundi 50% þingsins, við erum með 60% þjóðarinnar á móti því að Ísland gerist aðili að ESB og forsætisráðherra sagði það sjálf í fréttunum og aðnýttastæði mjög tæpt. Það að keyra aðildarumsókn inn með svo tæpu umboði og með því að snúa upp á hendurnar á fjölda þingmanna, það ólýðræðislegt og það hreinlega ósiðlegt að gera það með þeim hætti. Þannig að eina leiðin sem stjórnin hefur, ef hún vill halda þessu máli til streitu, það að samþykkja tillögu sjálfstæðismanna á morgun 200 þjóðar. Þetta er jákvæðis, það voru ráðherrar ríkisstjórn Svíþjóðar og ríkisstjórn Noregs sem töluðu gegn því og maltneska þjóðin var algjörlega klofin í tvennt og það var þingið líka. Mér langar aðeins að tala partur af þessu það hvort að þjóðaratkvæðagreiðsla eigi að vera bindandi eða ráðgefandi og þetta hafa menn nú fundið mismunandi fleti á. Hver þín skoðun á því? Mér finnst að þjóðaratkvæðagreiðsla eigi að vera bindandi. Ég hef alveg ótvírætt þá skoðun að menn eigi bara að fara með þetta eins og önnur mál. Það eigi að byrja á því að þingið, ef að þessu kemur nú, þá eigi þingið að samþykkja samning með breytingum á stjórnarskrá, vísa því til þjóðaratkvæðagreiðslu og þá verður þingið leið rofið og kosið nýtt þing, bara eins og á að gera, og verði bara bindandi þjóðaratkvæðagreiðsla mál og þar með endi máli hjá þjóðinni. Þetta mál sem að þjóðin á að ráða og mér bara finnst það og þetta hafi verið áherslur sjálfstæðismanna í málinu og ég því með alveg Eru menn ekki siðlega bundnir? Ástæðan fyrir því að menn gera þetta svona, vilja fara í einhverja ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu það að Vinstri grænir sérstaklega hafa pínt það í gegn að það verði ekki kosningar í millitíðinni. Það nú svona svolítið sérstakt að þeir hafa náð ákveðinu málsmeðferð fram en ætla síðan að hlaupa frá málinu sjálfu eftir búin að ná málsmeðferði fram. Þannig að það mjög einkennilegt en ég ekki nokkrum af það að svo leið sem sjálfstæðismenn hafa varðað í sínum tillögum, hún miklu eðlilegri og miklu lýðræðislegri og bara í samræðum við þær hefðir sem við höfum haft. Ekki að vera með ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Mér líst ekki á það, bara þjóðinni að ráða þessu. Absolutt. Hvað segir þú í því? Benedikt byrjaði geysilega vel, ég var sammála öllu því sem hann sagði fyrir hlutunum, að ég tel að sjálfsögðu að þarna þjóðin eigi að ráða og þjóðaratkvæðagreiðsla eigi að ráða. Þetta lagateknilega atriði, ég hef hlustað mjög vel á umræðina varðandi bindandi eða ekki bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu og ég í rauninni ger ekkit voðalega mikið greinamun svo framalega sem þjóðin fær að ráða. Það skiptir alveg grundvallar að máli að þjóðin hafi helst fyrsta orðið og örugglega seinasta orðið og það engin ágreiningur. Þannig að ef að það eitthvað lagatæknilega á móti því að gera þetta með þessum hætti, þá mér í rauninni sama hvort það liggur fyrir yfirlýsing eða hvort að þetta bindandi þannig að það þurfa að rjúa þing í millitíðinni. Það í rauninni málið. Þetta í rauninni tæknileg útfærsla, þetta stjórnarandstaðan, rauninni að reyna að knýja fram kosninga fyrir að því við vitum að það stjórnarskrárbreytingu til að gera kosningu formlega bindandi. Það sem skiptir mestu máli í þessu sambandi að allir flokkar sem fulltrúar eiga á þingi hafa sagt að ef að næst samningar við Evrópusambandið þá verður svo samningur lagður undir þjóðina og flokkarnir munu hlíta þeim úrskurði þjóðarinnar. Það sem mestu máli skipti og það rauninni bara tæknileg útfærsla hvort það heitir formlega bindandi eða ekki að mínum mati. Já, við heyrum nú samt þingmann hérna í Kastljósi bara á mánudaginn tala um það að hann væri bundinn samkvæmt stjórnarskrá sinni sannfæringu og þar af leiðandi gæti ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla ekkert sagt honum til verka í því. Ég löngu hættur að botna í þessu þingmönnum. Það alveg merkilegar svona yfirlýsingar. Ef atkvæðagreiðslan ekki bindandi, þá eru orð manna að það sé eitthvað siðferðilega bindandi, ekkert merkilegri heldur en þeir voru fyrir kosningar og við höfum rakið hér í þessum þætti. Þá munum við bara greiða atkvæði eins og sýnist eftir á. Þetta lagatæknilega flókið vegna sem löggjafarvaldið hjá þinginu en ekki í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og við höfum mjög litla hefð fyrir þeim, þannig að þessu þarf og það svona hluti af bráðræðinu við allt þetta mál, að það ekki búið að ganga frá
svona nauðsynlegum hlutum og það annað sem náttúrulega ófrágengið sem gerir það að verkum að það ómögulegt fyrir þingið að samþykkja og ég trúi því bara ekki að gera það á morgun að samþykkja að fara í aðildarviðræður. Það að þetta andstætt stjórnarskráin. Stjórnarskráin sett til að verja ákveðin gildi og það engin vafi á því að þegar stjórnarskráin íslenska sett, þá sett til að verja fullveldi. Það að þingmenn eru eðsvartir þessari stjórnarskrá og það að þingið ætla að ganga gegn þessari stjórnarskrá, það algjörlega... Það sé stjórnarskrárbrot að fara bara í viðræður. Það stjórnarskrárbrot að fara í viðræður. Ef við tölum svona, það aðeins hætt á því að allir fara að halda að við séum að ganga inn í Evrópusambandið með aðildarumsókn. Það bara svo víðs fjarri. Við vitum þjóðir sem hafa hafnað aðildarsamningi við Evrópusambandið og við erum að sjálfsögða, við erum hefja feril, en þjóðin mun síðan úrskurðum það hvort að samningurinn fullnægjandi eða ekki, hvort það séu meiri kostir í samningunni eða ekki. Það er að byrja því að breyta stjórnarskránni og það ætti ekki verið að breyta stjórnarskrá hér nefn með 2/3 hluta þjóðarinnar því að stjórnarskrá eru með þeim hætti. Það er náttúrulega algjörlega klárt mál varðandi þessar aðildarviðræður. Þetta ekki könnunarviðræður. Ég heyrði nú haft eftir ágætum ráðherra að þetta væri eins og bjölluat og það að ætla að fara í viðræður og ætla sér ekki inn. Auðvitað vitum við öll að það að fara í viðræður, þetta umsókn aðild. Þetta ekki einhverja könnunarviðræður eins og alltaf verið að reyna að slá ryki í augu fólks. En hvað svona hættulegt að sækja sjálfsamning og bera samningin undir þjóðina? Það sem hættulegt við það það að við getum verið betri að tala meginatriði málsins. Þjóðin í mestu vandræðum sem hún hefur nokkuð tíma verið í. Við þurfum að gera mjög margt, við þurfum að ná út úr þessum vandræðum með öllum þeim leiðum sem við getum, þurfum að ná stjórn á peningamálum, ríkisfjármálum og svo framvegis. Ein aðalleiðin til þess að verða aftur félagi í samfélagi þjóðanna að ganga inn í Evrópusambandið og það það sem þetta snýst um. Þetta fyrsta skrefi í þá átt og við eigum ekki að loka dyrum þegar við erum í mestu vanda. Já, tíminn okkar búin, við ætlum að skipta inn á Alþingi og þar kannski kemur í ljós hvort einhverjir hafa skiptið skoðanum með töluðum hérna. Já, við sjáum til með það. Jóhanna Vigdís einmitt stödd niður á Alþingi og Þór Saari, þingmaður borgarahreyfingarinnar komin til hennar. Jóhanna. Já, Þór Saari, borgarahreyfingin, það eiginlega allt búið að snúast ykkur í dag. Afstæð ykkar, hvernig hún breyttist kúvendingin í morgun. Þið ákváðuð að hætta við að styðja tillögu ríkisstjórnarinnar nema ríkisstjórnin myndi hverfa frá Icesave málinu. Já, hvað veldur þessari breytingu hjá ykkur? Já, það sem veldur henni kannski fyrst og fremst að eftir því sem við höfum skoðað þetta Icesave mál betur og nú erum við búin að liggja yfir því, ég í efnahags- og skattanemnd og í fjárlaganemnd núna á aðra viku, vel á aðra viku, að upplýsingarnar sem hafa komið fram það mál og upplýsingarnar sem hafa komið frá stjórnvöldum allar forsendur fyrir endurgreiðslum og fyrir málinu eru með þeim hætti að þetta það eitraðasta og alversta mál sem að ég held að nokkuð þing geti lent í og það einfaldlega verður að taka það rækilega til endurskoðunar og byrja á því upp á nýtt ef það var að afgreiða það með sómasamlegum hætti. Það hefur ekki verið neitt vilji til þess að hlusta á þær tillögur okkar. Þannig að okkur finnst liggja svo brýnt við að þetta mál verði skoðað betur að við sjáum okkur einskis annars úrkosti heldur en að reyna með öllum tiltækum ráðum að ná athygli ríkisstjórnarinnar með því einfallega þessari hótun okkar sem má kalla það svo að við munum ekki styðja við ESB málið að öðrum kosti því miður. En þú segir hótun og þið ætla að reyna að ná eyrum ríkisstjórnarinnar. Eru jafnvel þá líkur á því að þið gætu nátt einhvers konar samkomulagi? Já, það eru líkur á því. Við höfum í sjálfu sér ekki áhuga á því að henda Icesave út gluggan í eitt skipti fyrir öll og gera ekkert í staðinn. Við erum með ákveðna tillögur í farvatninu sem að við viljum ræða við forsætisráðherra og fjármálaráðherra til þess að reyna að þoka þessu máli áfram í einhverjum skynsamlegri farvegi heldur en það núna. Það gengur ekki að þetta mál sé afgreitt með þeim hætti sem verið að gera hér og ekki á næstu dögum. Það alveg á hreinu. En þú ert þar með að segja að beri þessar viðræður árangur að þá sé hugsanlegt að þið munið á morgun í hádeginu á morgun styðja aðildarviðræður ríkisstjórnarinnar? Það vel hugsanlegt ef að hugmyndur okkar framhald á þessu Icesave máli ná fram að ganga. Þá
mun það létta verulega á þeirri byrði sem þetta mál bæði á þingi og þjóð. Við skulum gera okkur grein fyrir því að þetta mál að tæta í sundur alla flokka á þingi. Það alveg rosaleg reiði í mörgum flokkum yfir þessu máli. Hvernig framkvæmdavaldið hefur hagað sér með þetta mál og hvernig ríkisstjórnin hefur sett það fram. Og við teljum bara að það sé mjög brýnt að því verði frestað talsvert langan tíma og meðan verið að endurskoða málið. En því að það verið mikið gagnrýnd í dag fyrir það að bregðast trausti kjósenda ykkar og því fögnuðu jú tillögu ríkisstjórnarinnar aðildarviðræðurnar þegar hún kom hér í maí. Hvernig takið þeirri gagnrýni? Við tökum henni náttúrulega eins og hún og það alveg rétt að við erum bæði að brjóta samkomulag sem við gerðum við ríkisstjórnarflokkana ESB-málið. Það alveg rétt. Við vitum það og við viðurkennum það og okkur þykir það leitt. Við erum líka að bregðast þeirri stefnu sem að vísu ekki í stefnuskrá hreyfingarinnar en sem að var stefnan óopinber eða óformleg engu að síður að styðja aðildarviðræður. Við teljum að með þessu séum við einfaldlega að fórna minni hagsmunum fyrir meiri. Þetta Icesave-mál það viðamikið að það verður að bregðast við því og reyna að breyta þeim farvegi sem að það í. En sem sagt, það allt mögulegt og allt opið í þessu hugsanlegt að þið samþykkið tillögu ríkisstjórnarinnar á morgun? Það vel hugsanlegt, já, það vel hugsanlegt. Það ekkert útilokað í þeim efnum. Þór Særi, þakka þér fyrir að koma hlaupandi hérna út af fundi til þess að hitta okkur hérna. Þórhallur, eins og þú heyrir, það margt opið, það mikið smáa fundi hér og þar í þinghúsum og nærliggjandi húsum. Nú umræðan heldur áfram og Guðlaugur Þór Þórðarsson núna í ræðustóli, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir var í ræðustóli þar til núna fyrir nokkrum mínútum og umræðan mun halda áfram til klukkan 10 í kvöld eins og fram hefur komið og hefjist aftur klukkan 10 í fyrramáli þegar forystumenn flokkana munu allir taka til máls. Já, Jóhanna, það ljóst að það voru stór tíðindi að minnsta kosti í þessu samtaliðinu við Þór Særi og ekki ólíklegt að þau séu búin að skipta aftur skoðun. En þá bara spurning hvað þau séu að fá í staðinn og varðandi þá Icesave-samningin. Já, þetta stór spurning og það augljóst að það margt opið og eins og Jóhanna Sigurðardóttir sagði hér fyrir kvöld að atkvæðagreiðslan á morgun gæti orðið tæp. Nú ef að ýmsar samningaviðræður sem standa yfir hér eins og ég var að segja í Alþingishúsum og nærliggjandi húsum við, ég var að segja svona óvissu atkvæðin, já, þá geti allt eins farið svo að tillagan yrði samþykkt með öruggum meirihluta. En eins og við sögðum fyrir kvöld Þórhallur að við tölum töluvert mikið í viðtengingarhætti. Það gerist margt á næstu mínútum, næstu klukkustundum og þú verður að sjálfsögðu í fréttum klukkan 10 með frekari tíðindi frá Alþingi. Takk fyrir þetta. Og við þökkum hér fyrir í Kastljósi í kvöld. Verið sæl.